erum við komin á 12. holu. Þessi hola par 5 hola og með góðu teygjuhöggi þá gefur hún góða möguleika á fugli. Þetta par 5 hola sem fer í svokallaða dogleg til vinstri eða hundslöpp á íslensku og þannig að það hægt að taka mjög grima línu ef að menn eru vel á dræfvötnum eins og Óli búinn að vera í dag. Markmiðið hérna, Óli? Það að fá 3 eða 4 högg. Já, bara komast inn á í 2 jafnvel? Já, það markmiðið. Maður getur náttúrulega slegið hérna með járni bara beint niður eftir og farið þá inn á í 3, en ég ætla að fara inn á í 2. Já. Þannig að nú ætla ég að stefna bara hérna yfir allt hraunið. Já. Og þaðan ætla ég inn á í 2 höggum. Já. Ég kom með regnhanskan. Góður, regnlífin mætt, þannig að það búið að regna stíft á okkur síðustu 3 holur. Við skulum sjá hvernig þetta gengur. Hætturnar á þessari brauti eru klárlega vinstra megin. Þar urð og grjót og ef maður fer yfir brautina hægra megin þá tekur líka við trjágróður, urð og grjót, þannig að teygjuhöggið þarf að vera nokkuð nákvæmt, hitta rétta línu. Þetta fór vel af stað. Hittir þarna flotta línu og þetta liggur á milli 100 metra hælsins og 150 og við sjáum á eftir þegar við komum niður eftir nákvæmlega hvar, en þetta var fullkomið högg á braut. Já, mjög gott högg. Já, og þetta var alveg þessi virði að taka smá áhættu hér. Já. Þó maður sé með leikskipulag og þetta var að sjálfsögðu leikskipulagi hjá þér, að þá verður maður náttúrulega stundum að tefla á 2 hættur í leikskipulaginu, en hér þó maður myndi missa höggið, þá ekki endilega þar með sagt að þú sért með tapað högg. Nei. Þú getur höggið átt að gríni eftir misjafnt með teyghögg ef þú reynir hérna yfir. Já, það líka orðið það stutt eftir að það kemst alltaf inn á í 3. Já. Þó maður missa aðeins teyghöggið hérna. Akkurat. Kíkjum á þetta. Hvað þetta langt, Óli? 142. 142, það myndi vera hvaða kílóa? Það 8 járn. 8 járn. Fáninn fremst? Fremst, miðju gríni. Já. Flötið nokkuð slétt þarna á þessum hluta, þannig að það bara slá og reyna að slá eins nálega hvað þetta Já, við viljum kannski hér í þessu innhöggi, það náttúrulega hættur beggja megin gríns, það eru flatar klompur sem ég hef svo sem ekki áhyggjur af, ef að miðið gott. Við viljum ekki vera að fara langt yfir pinnan. Nei. Við viljum frekar vera aðeins og stuttir, eiga þó auðvelt vippinn. Já. Og hérna, við skulum sjá hvernig það gengur. Á meðan þú sækiði kíluna, réttu kíluna, þá ætla ég að tala aðeins hugafar. Hugafar þarf að vera bara allan hringinn mjög jákvætt. Ef við missum högg, að stingum við því bara í skúffuna og höldum að næsta. Það best að hafa þetta svona, hvað eigum við að segja, poker attitude á hringnum. Bara halda jafnaðargeði. Þetta náttúrulega bara leikur, við þurfum að vera jákvæð leiðum að fyrir að pyrra sig á hlutunum, berja niður kilum eða eitthvað slíkt sko, að þá fer bara ganga verð og trúið mér, það í öllum tilfellum. Þannig að reyna bara að hafa gaman að þessu, þó að þetta sé hörð keppni, þó þessu í stórum mótum, reyna að hafa léttleikan af vopni og ég held að Óli sé bara tilbúinn. Ég held að hann sé komið með réttu kílun í hendurnar og hann vonandi hugsar jákvætt í þessu höggi. Þetta frábært gólfhögg, beint á fánann, aðeins og stuttur, akkúrat eins og ég óskaði. Það veist, frekar aðeins og stuttur heldur en of langur á þessari holu. Þannig að sjáum við að boltinn einhverja 2 metri inn á flöt og alls ekki langt frá fánanum.
Hér eins og við tölum í upphafi, við ætlum að sækja par 5 hólunum og það erum við svo sannlega að gera og við erum búin að koma okkur í góðan möguleika á erni. Reynum að fara að setja pútið í. Þá er komið að 3. högginu á 12. hólunni í Grafarholtinu. Eins og áður var sagt, þá er þetta par 5 hóla, þannig að Ólafur er á fínan möguleika á erni. Pútið er ekki langt, þetta eru kannski 4,5 metri og tiltölulega auðvelt brot í flötinu og við skulum sjá hvernig Ólafur gengur að reyna að næla sér í annan örn á þessum hring. Hraðinn fínn, örlítið og stuttur. Það vantaði ekki mikið upp á þennan. Hárrétt lesið hjá Ólafi, pínulítið frá hægri til vinstri brotið. Klárar þetta á 4 höggum, fugl, kominn 5 undir par eftir 12 hólur. Við getum ekki verið ósáttir með þetta. Nei. Það verður gaman að ná erninum. Já, maður á bara að drífa. Já, var ekki einhver snillingur sem sagði að flestir boltar sem ekki drifa hóluna fær ekki í. Já. En maður getur ekki verið ósáttur við að fá fugl. Það er líka þannig að kannski hefðu við átt að vera aðeins grimmari. Þú varst með þetta upp í móti, þannig að þú hefði getað verið aðeins ákveðnari. Já. Þú verður orðið blautt og svona, þannig að hann rúlar aðeins hægar en það myndi gera. Já, og við sjáum alveg á mótaröðum þeirra langbæstu að menn er alveg stuttir eins og langir og þú veist, þetta er bara tilfinning með lengdarstjórnin og getur verið dagamunur á en við skulum fara þá yfir á 13. holu. Já.